Gjörið svo vel spennandi belting. Flugtak að hefjast. Já, við þökkum þessu frábæra tónlistafólki fyrir ljúfa tóna og það ljóst að þeim meira ýmislegt til lista lagt, ekki bara það að vera heilbrigðisstarfsfólk á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík, heldur koma með þessa ljúfu tónast til þess að eins og maður segir, marka daginn sem við ætlum að fara að fagna hér í dag og bara kæra þakkir fyrir ykkar fallegu tónlist. En heilbrigðisráðherra, landlæknir og aðrir góðu gestir. Short in English, so Jonas knows what I'm going to talk about. So, dear Jonas Bergqvist, it's an honor to have you here and listen to what you have to say about the opportunities and challenges that we are facing with this new ME clinic. And I'm really much looking forward to listening to your talk later today. I do apologize though that I will switch to Icelandic and hope that's okay. Nú en í dag stór dagur þegar undirrituð verður samstarfsyfirlýsing vegna Akureyrarklíníkurinnar. Já, pínu erfitt með þetta orð, en við erum heldur búin að ræða þetta mjög mikið, Akureyrarklíníkin. Já, getum rætt á eftir. En er að ræða mjög þarft verkefni fyrir samfélagið og ég held að allir séu sammála því. Og fyrir samfélagið allt semst og allt landið í ljósi þess að töluverð aukning hefur orðið á greiningu þeirra sem hafa greinst með MS-sjúkdóminn undanfarin ár, auka áhrifa af langvarandi COVID-19 eins og flestir landsmenn þekkja og mikið ákall eftir viðbrögðum heilbrigðiskerfisins fyrir þennan hóp. Akureyrarklíníkin einstakt verkefni á lands- og jafnvel heimsvísu og við, og þá ég að tala Sjúkrahúsið á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Norðurlands, mjög stolt af því að taka þátt í þessu samstarfi. Akureyrarklíníkin fyrsta miðstöð í heilbrigðisþjónustu á landsvísu sem heima utan höfuðborgarinnar og það mikilvægt í uppbyggingu sérgreina á landinu, því við þurfum að standa vörð það einnig. Nú jafnframt hér líka að ræða fyrstu opinberu þjónustuna á landsvísu í heiminum varðandi MS-sjúkdóminn. Og í þessu felast klárlega mikil tækifæri og meðal annars ættum við að geta betur staðið að skráningu þennan sjúkdóm og byggt upp gagnagrunn sjúkdóminn og langvarandi COVID-19 sem gefur vísindafólki okkar ómæld tækifæri
til rannsókna og aukinnar þekkingar á sjúkdómnum í þágu MS-sjúklinga og við vitum að slíkt forsenda frekari þekkingar og þróunar. Ég var með stutt erindi á velheppnuðu málþingi MS-sjúkdóminn sem fór fram á Akureyri í maí í fyrra og það var mjög áhrifamikið að hlusta á þau erindi sem þar voru og þá sérstaklega frá fólki sem hafði greinst með sjúkdóminn og hafði lifað með hann í mörg ár. Og það nauðsynlegt fyrir okkur sem erum í forsvari fyrir veitingu þjónustu að nýta það sem við heyrum, upplifum og lærum til að gera betur. Og ég vil því vitna í stefnu sjúkrahússins hér þar sem fram kemur sak fyrir samfélagið, því með því erum við að segja að við viljum sinna samfélaginu og þá ég við samfélagið allt og landið með áherslu á skjólstæðinginn og hans fjölskyldu. Og ef við ætlum að gera þetta, þá þurfum við að vera meðvituð þarfirnar og í þessu tilviki þarfir þeirra sem eru með ME eða sambærilegan sjúkdóm. Og þess vegna var svo ánægjulegt að í framhaldi af þessu málþingi þá fól heilbrigðisráðherra Sjúkrahúsinu á Akureyri í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Norðurlands að koma á fót þekkingar- og ráðgjafarmiðstöð þennan sjúkdóm. Og hér erum við í dag til að ganga enn lengra og stofna miðstöðina formlega. Og það mjög gleðilegt. Nú vinnuhópur hefur unnið ötullega því að koma á fót þjónustunni. Við byrjum smátt og það von okkar að nægilegt fjármagn fáist í framtíðinni þannig hægt verið að efla þessa þjónustu enn frekar fyrir þennan hóp á landsvísu án þess að það komi niður á einhverju annarri þjónustu því að þörfin jú sannarlega til staðar eins og ég hef bent á. En ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem hafa komið að þróun þessari þjónustu og öllum öðrum ólöstum þá verð ég að þakka Friðbirni sérstaklega fyrir hans þátt í þessu verkefni en hans frumkvæði og metnaður hefur verið ríkjandi eins og við höfum öll orðið vitni að. Og ég held að ég geti sagt það með vissu að það þarf alltaf einhverju eldhuga til þess að toga hlutina áfram. Þannig þetta bara svolítið hjá okkur. En að þessu sögðu þá býðu ykkur all hjartalega velkomin og segi þessa opnunarhátíð setta og eigið góðan dag. Takk. Ég fann bara út úr þessu. Kæru vinir, ég líka að segja að hér eru bara allir og við höfum nú gert nokkrar tilraunir til þess að halda hana viðburð og gera þetta formlega. Ég get einhvern veginn ekki ímyndað mér að það hefði getað verið neitt öðruvísi heldur en akkurat svona og akkurat hér og akkurat nú og akkurat með ykkur. Og það virkilega góð tilfinning að vera hérna með ykkur í dag og sannánlega fá að ávarpa ykkur. Það eins og Hildingunum fór hér yfir. Þetta sögulegt. Hér eru margir sem ég myndi vilja ávarpa hér í upphafi eins og gjarnan hefðir fyrir. Og hér, þegar ég segi allir, við erum hér landlæknir, forstjórar sjúkrahúsanna, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, Friðbjörn Sigurðsson hér læknir og ég með ákveðin þráð svona við þessa stund frá því ég hitti Friðbjörn einmitt og landlækni og heyrði að þessari hugmynd. But also here, honorary guest speaker Jónas Bergqvist, look forward to hear from you. Welcome and thank you for joining us here today. Having said that, I'm going to keep speaking Icelandic. Sorry about that. Ég hrifinn af öllu sem heitir þekkingar eða þekkingarmiðstöð. Allstaðar þar sem við náum saman öllum kröftum í þessu frábæra kerfi okkar sem heilbrigðiskerfið okkar sem stútfullt af hæfileikaríku fólki í þessu fámenna landi okkar, þá hef ég fengið, það eiginlega forréttindin sem ég lýsi alltaf sem heilbrigðisráðherra að fá að kynnast þessu kraftmikla starfi sem fer fram. Ég horfi bara hérna yfir salinn og ég farin að læra að þekkja betur andlitin og þetta stórkostleg upplifun og þegar við erum að setja svona af stað að safna saman þekkingu sem að vissulega hefur byggst upp í gegnum tíðina og byggir á einstaklingum og stofnunum en þegar við tökum þetta svona saman og ætlum virkilega að
þjónusta þann hóp sem við höfum ekki gert allt of lengi, að það gefur manni góða, sterka tilfinningu. Ég fæ þessa tilfinningu reglulega. Mér finnst reyndar ég alltaf vera hérna á Akureyri að tilkynna eitthvað stórkostlegt, en það líka bara fínt, sko. Mér fannst þessi þráður, það ekkert langt síðan ég hitti Friðbjörn og Ölmu Möller. Þau komu bara í ráðandi báðum fund og ætluðu að svona kynna fyrir mér. Fóru svolítið yfir söguna, Akureyrarveikina og hugmyndina. Fæstir náðu fullum bata af Akureyrarveikinu og það enn fólk á lífi eins og þið þekki hér og við fáum að heyra hér sögur og eftir. Þar sem við erum að tala skert úthald og auðvitað þreytu og þetta auðvitað á endanum snýst það að halda virkni og lífsgæði. Ég þakklátur ME-félaginu fyrir þrautsegjuna og halda á lofti og berjast fyrir aukinni þjónustu. Það mjög mikilvægur partur af þessu vegna þess að það alltaf þetta gagnkvæma samband þegar upp staðið sem skiptir miklu máli. Nú í ljósi þessara sögu sem að þau fóru mjög vel yfir hérna fyrir mig, ráðherrann, og þessari staðreynd að hér á Akureyri hefur byggst upp sérþekking á þessu sviði, ME sjúkdómsins, þá finnst mér það liggja beint við að heimili miðstöðvar sem þessarar verði hér á Akureyri og sé tengt þessum viðburði. Og ég vil þá nota tækifæri hér jafnframt og þakka Friðbirni og öðrum sem hafa komið að undirbúningi að stofnun Akureyrarklíníkarinnar fyrir þennan undirbúning. Þetta svona minn þráður í þessu. Í kjölfar þessa fundar eins og Hildigunni fór hér yfir, þá fól ég Sjúkrahúsinu á Akureyri í samvinnu við Heilbrigðisstofnun Norðurlands að hefja undirbúning að stofnun miðstöðvarinnar. Og mér finnst sú samstarfsyfirlýsing sem við ætlum að skrifa hér undir á eftir og við erum hér að leggja grunna formlega, að þar kemur þetta mjög vel fram í markmiðunum og ég ætla að leyfa mér að lesa hér upp að með stofnun miðstöðvarinnar ætlun að efla þjónustu við einstaklinga með ME, stuðla að samfélagslegri vitundarvakningu sjúkdóminn og nýta þau tækifæri sem skráning miðstöðvarinnar á upplýsingum sjúkdóminn fela í sér. Akureyrarklíníkin með samhæfandi hlutverk á landsvísu og leiðir samstarfi Landspítala og aðra aðila sem sinna ME sjúklingum, svo sem sérfræðilækna á stofum og endurhæfingarstofnunum. Mér finnst þessi markmiðsyfirlýsing í samstarfsyfirlýsingunni kjarna þetta mjög vel. Ég vil líka fá hér að vísa í minnisblað Landspítala og með leyfi þeirra sem að endurspeglar þetta hugafar sem líka skiptir máli. Af því við erum auðvitað alltaf að fást við flókna og flókið samspil á fjölmörgum sviðum þegar kemur að sjúkdómum og þverfaglegri þekkingu og breidd. Þar kemur fram í skilaboðum mikilvægi Akureyrarklíníkarinnar óumdeilt og sú forysta sem þar hefur verið tekin einstök og hefur meðal annars leitt af sér tækifæri til mikilvægs erlends samstarfs, auk nauðsynlegra tækifæra fyrir þann fjölda sjúklinga allt land sem glíma við þessi vandamál nú þegar. Og þar búið að vera í uppbyggingu og í aðdraganda stofnun þekkingarmiðstöðvar sem tekst á við þennan sjúkdóm og safnar upplýsingum, þannig að mér fannst þetta mjög mikilvægt að koma þessu hér á framfæri vegna þess að hér erum við að leiða saman alla þá sem að gerst þekkja og kunna til og ég bind rosalega mikla voni að við náum hraðari framförum og það nú það sem gerist þegar við leiðum saman þekkinguna. Ég ræddi það nú Hildigunni hérna áðan og það stórhættulegt þegar svona mikil dagskrá að hleypa mér hér upp vegna þess að ég hef svo mikið að segja en ég hlakka mjög til að hlusta á þau erindi sem eru hér, mjög áhugaverð. Ég vil líka þakka fyrir bara undirbúningin að þessum viðburði hérna. Hann stórglæsilegur, þetta flott dagskrá og mér finnst það líka bara algjörlega við hæfi. Þetta mikil tímamót og þetta einstakt hér að leiða saman
alla þessa þekkingarpósta, allar þessar stofnanir hér með þessu lagi, takast á við þennan sjúkdóm, viðurkennan með þessum hætti. Hann eins og með kannski aðra sjúkdóma sem ekki sýnilegir og eru erfiðir í greiningu, svona erfiðar í viðuregnar. Og það líka mjög mikilvægt og ég vil ítreka hér þakkir til ME félagsins fyrir sitt framlag og ekki síst til að fræða og í gegnum tíðina og vera með okkur hérna í þessu verkefni. Þannig að ég ætla nú bara að nota tækifæri í lokin og óska okkur öllum til hamingju með daginn og ekki vafa það að þessi merki viðburður hér upptakturinn að einhverju mjög mikilvægur fyrir okkar heilbrigðiskerfi. Já, ráðherra, kæra samstarfsfólk og góðir gestir. Það sérlega ánægjulegt að vera með hér í dag við undirritun þessarar samstarfsyfirlýsingar stofnun þekkingar og ráðgjafarmiðstöðvar MS-sjúkdóminn undir heitinu Akureyrarklínikin. Það náttúrulega einkar vel við hæfi að vera hér á Akureyri og líka að vera hér í MA með tilvísan einmitt til Akureyrarveikinnar sem að gekk fyrir 75 árum en þriðjungur tilfella í fyrstu bylgju var hjá stúdentum í MA og svo verði ég auðvitað monta með því að ég auðvitað MA-stúdent sjálf. En einkenni Akureyrarveikinnar þau voru margvísleg, hitavella, vöðvaverkir, skynntruflanir og fleira og þreyta var mjög áberandi og fólk oft rúmliggjandi lengi. Og 15 fékk þessi langvarandi einkenni sem voru þreyta, verkir, minnisleysi og fleira og sem versnuðu við áreynslu og kulda. Og í seinni tíð að þá hafa líkindi við MS-sjúkdóminn vakið athygli og sá erfiði og langvinni sjúkdómur einkennist einmitt af yfirþyrmandi þreytu og sem getur komið bæði eftir andlega og líkamlega áreynslu auk mjög margra annar einkenna og orsakir eru að kalla óþekktar en ME getur komið í kjölfar ýmissa veikinda þar á meðal sýkinga. Og ME var kannski lengi vel umdeilt innan læknastéttarinnar því að það stundum þannig þegar þekkingu skortir að við eigum það til að trú ekki. Við erum svolítið alin upp í að afneita því sem við höfum ekki nægilega skýringar á. Og þetta á við fleiri veikindi eins og veikindi tengt rakaskemmdu húsnæði, brjóstapúðum og fleiri efnum í umhverfi. En svo kom heimsfaraldur COVID-19 ef einhver mann eftir COVID og langvinn einkenni honum tengt sem að minna margt á Akureyrarveiki og ME í alvarlegustu tilvikunum og vegna umfangs COVID að þá hefur kastljós heimsins aftur beinst að svona langvinnum einkennum og svo það aftur að ME og Akureyrarveiki og skyldum sjúkdómum. Og hérlendis eins og annars staðar þá hefur orðið ljós þörfin á uppbyggingu þjónustu fyrir þennan sjúklingahóp og við hófum vegferð þegar sumarið 2020 varðandi COVID þá voru gerðar leiðbeiningar og sett upp verkaskipting milli heilsugæslu, Landspítala og endurhæfingarstofnana. En slík meðferð þarfnast auðvitað stöðugrar þróunar og eftir því sem þekkingu fleygir fram. Og Friðbjörn Sigurðsson hefur verið ötull talsmaður þeirra sem eru með ME og hefur lengi bent á að úrræðið þyrfti að bæta og sömuleiðis ME-félagið og það að við erum hér í dag sannar hið fornkveðna að góðir hlutir gerast hægt því að þegar ég fór að garfa í málaskrá embættis landlæknis þá voru erindi ME 10-15 ára aftur í tíman. Og ég vil líka þakka ráðherra fyrir hans þátt og Friðbirni og öllum ykkur hér sem hafa komið að.
Nú síðan má nefna að okkar bestu fræðimenn á sviði ónæmisfræði og fleiri greina hyggjast leggja áherslu á rannsóknir og meðferð þessara langvinnu bólgusjúkdóma og hafa meðal annars funda hér á Akureyri í morgun og ég ætla rétt att få avvarpa erlända gästen okkar. Snälla Jonas Bergqvist, tack så hjärtligt för att du är med oss här idag och för att du förmedlar av din enorma kunskap och entusiasm och håller alla här i handen när vi tar de här viktiga stegen. Tack. En kæru gestir, það þarf að efla mjög rannsóknir og þekkingu á þessum sjúkdómum. Það hefur í raun merkilega lítið áunnist á þeim 75 árum sem eru liðin frá því að Akureyrarveikin stakk sig niður. Og þegar nýjir sjúkdómar koma fram, þá gildir að sýna auðmýkt og vera sífellt á tánum við að afla þeirra þekkingar sem þarf til að við getum sinnt skjólstæðingum okkar sem best. Og þangað til að sú og nægilega góð þekking liggur fyrir, þá þurfum við að gera okkur grein fyrir takmörkum lækniskunnáttunar og auðsýna sjúklingum umhyggju og nærgætni. Við eigum að hlusta, trúa og leysa vanda þeirra eins og frekast unnt. Því að hugsum okkur hvaða hlýtur að vera erfitt að vera svona veikur og fá kannski ekki áheyrn eða þá þjónustu sem þarf. En ég óska okkur öllum velfarnaðar í þessu verkefni, óska okkur öllum til hamingju með þennan merka áfanga og ég er sannfærð að hann verði skjólstæðingum okkar til góðs og ég er sömuleiðis þakklát fyrir þá miklu athygli sem að þetta verkefni fær. Hér eru margir sem eru komnir til að hlusta, við erum hér með bæjarstjóra, þingmenn, ég held nú bara Framsóknarflokksins einhverja hluta vegna og fjölda fólk, þannig að gangi okkur öllum vel og góðar stundir. Komið þið sæl. Já, það er búið að nefna þetta. Fyrir 75 árum síðan rúmum kom þessi Akureyrarveiki hérna. Það var svolítið sérstakur sjúkdómur, beint ofan í mænuveikisfaraldur og herjaði ungt fólk, aðalega hérna á Norðurlandi, byrjaði hérna í Eyjafirði og Akureyri og þessi stofnun hérna, unga fólkið, veiktist mikið hér, helmingur af fólkinu á heimavistinni fekk Akureyrarveikina. Það voru samtals 1300 einstaklingar, þetta er mikill fjöldi sem veiktist með við hvernig fólksfjöldi var hérna á þessum tímabili. Nú, þessi veiki hlaut nafnið Akureyrarveikin og hún var rannsóknuð mjög vel af okkar fremstu vísindamönnum og þeim birtu mikið í greinum erlendis og þetta vakti heimsathygli og sjúkdómurinn fékk nafnið Akureyrarveikin eða Icelandic disease. Og eins og var minnst á áðan þá héldum við upp á afmælið í fyrra, 75 ára afmælið og það var svolítið skemmtilegt þetta málþing. Og þar voru ýmsir, til dæmis Ásgeir Jóhannesson, hann fekk Akureyrarveikina og hann þurfti alltaf að vera með skert þrek eftir það, en hann náði sér alveg ótrúlega vel að koma sér áfram í vinnu þrátt fyrir að þreki var ekki mikið. Því miður getur hann ekki verið með okkur í dag, en það er svona, lagði ég til að dóttir hans, Berglind Ásgeirsdóttir, kæmi og hún ætlaði að koma, hún forfallast í miður í gær og ég var eiginlega spurður í hvort hún geti ekki verið fulltrúi Ásgeirs og líka sem aðstandandi. En hún benti líka á það að hún var nú fyrrverandi ráðuneytisstjóri í heilbrigðisráðuneytinu og í félagsmálaráðuneytinu og hún vildi koma inn á það að þetta hefði heilmikil áhrif á félagskerfið, þessi sjúkdómur. Þetta verður það mikil byrði á samfélagið, þetta er ekki bara fyrir einstaklinga og fjölskyldur, heldur það allt samfélagið undirlagt í þessu, fólk sem er frá vinnu og ég veit að félagsmálaráðherra hefur mikinn áhuga á þessu máli. Þarna var líka Númi Sveinbjörnsson. Hann var 10 ára gamall þegar hann fekk Akureyrarveikina og hann var í viðtali við RÚV fyrir 4 árum síðan og hann sagði að margir mættu litlu skilningi og jafnvel var að tala um að Akureyrarveikin var ekki raunverulegur sjúkdómur.
heldur aðeins taugaveiklun og móðusýki og þetta hefur varað við alveg fram undir þetta. Og hann sagði, þetta var ekki rætt. Manni fannst að þetta var eitthvað sem mætti ekki tala um og ætti ekki að tala um. Maður satt bara upp með þetta og situr með þetta enn, segir Númi. Og Númi, takk fyrir að vera með okkur í dag. En eins og áður hefur komið fram, sumir náðu sér alveg á Akureyrarveikinni, en stór hluti var ekki fullkominn og 15 var með ME-líkækinn eða MS-sjúkdóminn. Þannig að þetta var töluverður fjöldi. Og okkar helstu fólk þurfti að berjast í læknisfræðinni, þurfti að berjast svolítið fyrir að vekja athygli á þessu og þessum fylla og benda á að þetta væri nú alvöru sjúkdómur og hérna hann Sverrir Bergmann heitinn sem var ötull talsmaður MS-sjúklinga og sem sagði í viðtali að þreytuveiki væri hvorki móðusýki né taugaveiklun heldur sjúkdómur sem er illæknanlegur. Það er sjúkdómur sem hefur verulega áhrif á lífsgæði og erlendar rannsóknir hafa sýnt að lífsgæði margra MS-sjúklinga er mun minni en sjúklinga með aðra illuga sjúkdóma eins og lungnakrabbamein og króníska nýrnabilun. Og þetta hef ég tekið eftir í mínu starfi sem krabbameinslæknir að MS-sjúklingarnir sem ég er að sjá eru miklu veikari og hafa miklu minni möguleika heldur en krabbameinssjúklingarnir. En þrátt fyrir það er þjónustan við þennan sjúklingahóp ekki í neinu samræði við alvarleika sjúkdómsins. Og Sveinn Benediktsson heitinn að hann lýsti þessu í viðtali við Morgunblaðið hvernig væri að vera með MS-sjúkdóminn og hann sagði þetta er eins og að vera með flensu í 5 ár. Þetta er sjúkdómur sem er dauðans alvara. Nú, hvernig dregst ég inn í þetta mál verandi krabbameinslæknir? Og það er nú þannig að eins og margir í þessum geira þá er það fyrst vegna einhverju veikindi í fjölskyldunni að það veikur athygli manns á að þetta er eitthvað sem ég þarf að kynna mér. Og Kristín Sigurðardóttir sem er slys- og bráðalæknir og mikil dugnaðarkona, hún kom til mín og sagði, mér langar til að við stofnum vinnuhóp og við erum í kaffi í Borgartúni Reykjavík og við ákveðum að fara í ákveðna samvinnu. Og á sama tímabili þá var ég að ljúka ákveðum verkefni á Landspítalanum sem var svolítið stórt og ég var í hlutastarfi hérna á Akureyri á þeim tíma og Guðjón Kristjánsson yfirlæknir, hann hoppaði á þetta og sagði, hvað þarf ég að gera til þess að þú komir í 100% starf á Akureyri? Og við komumst að því að ef hann myndi skrá í starfslýsingunum mína ég ætti að fara að sinna MS-sjúklingum, þá væri það nóg. Og við Kristín og Tekla Hrund Karlsdóttir, við fórum á fund til Ölmu, Möller landlæknis og fórum að ræða við hana hvað hún myndi ráðleggja okkur. Hún tók okkur afskaplega vel, hún gaf okkur mjög góða leiðbeiningar. Og við fórum meðal annars í að reyna að kynna sjúkdóminn frekar í fjölmiðlum og meðal lækna. Og við heldum 2 málþing á læknadögum árið 2020 og þar var erlendur fyrirlesari sem heitir James Barnjok sem var ákaflega mikilvægur fyrir okkur í þessu ferli varðandi ráðleggingar. Við endurtókum fund fyrir lækna á læknadögum í 2023. Það var meira langvarandi einkenni COVID og þar kom Jónas Bergqvist vinur okkar og gaf okkur feikilega góð ráð. Við heldum einnig fundi í þessum sal á haustþingi Læknafélags Akureyrar, fengum þar góða gesti og við í samvinnu við ME-félagið gerðum heimildamynd fyrir sjónvarp MS-sjúkdóminn. Að ráði Ölmu að þá ákváðum við að skrifa leiðbeiningar sem við þýddum og staðfærðum frá bandarísku leiðbeiningum og þar sem við meðal annars koma fram hver eru greiningaskilmerki fyrir þessum sjúkdómi. Og svo eins og við nefndum áðan, ráðherra nefndi áðan, að Alma var tilbúin að koma með mér á fund til ráðherra og sem var ákvæmlega þakkláttur fyrir. Og það var þannig að ráðherra hlustaði, ég held ég að við fengi bara klukkutíma með ráðherra, ég var svo hissa. Og í lokum segir ráðherra, farðu að stað með þetta. Og ég hyggst aðeins og segi, Hildigunni biður að heilsa. og ráðherra sagði já hann vantar pening, sagði ég. Og ráðherra var fljótur að svara og það segi skilaðu kveðju til Hildigunnar. Segðu að hún fái 11,5 milljónir á ári og þessi starfsemi rúmast innan þess fjármagns. En ég get alveg sagt ykkur það að Hildigunnar forstjóri var ekki brosandi þegar ég sagði henni þessa kveðju ráðherra. Það sem gerist næst var að Ragnheiður Halldórsdóttir, lækningaforstjóri, lét setja á fót hóp til að greina hvað þyrfti til að geta stofnað svona starfsemi
og það var ágætur hópur sem var að vinna í þessu í töluverðan tíma og við skiluðum áfangaskýrslu nú í september í fyrra. Og svo heldum við þetta þing sem var bara skrambigóður fundur að mínu viti og þar voru fleiri sem ég vil nefna til. Þarna var Sigurður Arnarsson, kennari, að hann fekk COVID og hefur bara ekki náð sér síðan. Og hann alvarlega móður og ofan í sín þreytusjúkdóm. Þarna var líka Hólmkell Hreinsson andsbókavörður sem hjálpaði okkur til með að halda utan um þennan fund og síðast en ekki síst Ásthildur Sturludóttir borgarstjóri. Nú, þetta kom ráðherra inn á áðan, hann gaf út yfirlýsingu þarna skömmu síðar á MA-deginum í fyrra og ég ætla ekki að fara yfir þetta því að það búið að nefna þetta, við erum sérst þekkingar og ráðgjöfumiðstöð og þetta hægt að finna á heimasíðunni okkar, hvað tilgangurinn og hvað gögn liggja á bakvið og svo það sem svo mikilvægt að við getum reynt að skrá sjúkdóminn. Við þurfum að gera skrá bara eins og krabbameinsskrána þar sem hægt að vinna einhver vísindi upp úr þessu og geta haft skilað einhverju til samfélagsins því án þess að það verði vísindalega framfarir að þá ekki hægt að búast við náum að lækna þennan sjúkdóm. Og við erum svo ánægð með það að við verðum ekkert ein hérna á Akureyri með þetta, heldur þetta verkefni sem skilgreint á landsvísu og þó það nú væri, við erum ekki nema eitthvað tæplega 400.000. Þannig að við höfum það hlutverk að reyna að hafa samvinnu við alla aðila sem koma að þessu máli. Og eins og var nefnt í morgun að þá verið að stofna rannsóknarhóp sem á Landspítalanum og við ætlum að hafa samvinnu við og þar Björn Rúnar Lúðvíksson, Sigurðardóttir og Kristján Ellinsson fremst í flokki og við köllum þetta vinnuheitið á þessari stöðu, miðstöð rannsóknar langvinnar eftirstöða sýking og annar áreita. Það getur verið að við reyktum þessu nafni, gera það eitthvað þjálla. En þetta allavega í bígerð og við ætlum að eiga samvinnu við Heilsustofnun NLF í Hveragerði, Reykjalund, Ólafur Arnar Sveinsson, taugalæknir og prófessor í taugalækningum, Steinar Guðmundsson sem með okkur núna, sem hjartalæknir og hefur sinnt mikið af fólki með réttstöðuóþol og sem POTS, sem bara ansi alvarlegu kvilli og við ætlum að viðtætt samstarf við Landspítala og samstarf við ME-félagið. Við erum í töluverðu erlendu samstarfi, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum og fólk svolítið spennt að vinna með okkur því að þeim finnst að við á Íslandi höfum svolítið meira tækifæri til að geta þróa hlutu, til dæmis eins og þjóðaskráningu á sjúkdómum, það ME-skráning eða langvarandi COVID og þetta það sem Jónas Bergqvist og aðrir eru virkilega hvetja okkur til að reyna að stofna slíka skrá og við erum búin að eiga fundi með Tryggingastofnun því að við þurfum að eiga samvinnu, þetta fólk þessi sjúklingar þurfa oft töluverða aðstoð frá félagslega kerfinu og það þarf að straumlaga það ferli og við höfum átt ákveðlega bara skilríksríka fundi með þeirri stofnun. Við erum í samvinnu við Ölmu og hennar fólk varðandi það hvernig getum við skráð sjúkdóminn, það mun ekki þurfa sérstök lög þá skráningu því að landlæknir hefur leyfi til að skrá sjúkdóma eins og krabbamein og taugasjúkdóma og ME-sjúkdómur flokkast sem taugasjúkdómur. Við erum að endurnýja klínísku leiðbeiningarnar okkar, við erum að næstu komið heimasíðu, hún ekki kíkt á hana og komið athugasemdir, við erum svona bara og kom vantar barnalækni í hópinn. Því að börn geta fengið þennan sjúkdóm líka og við þurfum að geta virkilega staðið vel að börnum með þetta. Erlendis það þekkt að börn eru vangreind með þennan sjúkdóm, dett úr skóla og það ýmisleg vandamál sem koma upp í samvinnu við það. Og svo erum við að hugsa um, það mikil áhuga við heldum alþjóðlega ráðstefnu hérna á þar næsta ári og sem við kallum ME Between Continents. Og við erum rétt að klára heimildamyndu langvarandi eftirstöða sýkinga og kvikmynd að gera með okkur aðalgeir sem að mynda hérna í dag, hann var að taka síðasta viðtali við Jónas Bergqvist hérna í morgun. Nú þetta teimið okkar, Dagbjörg Bjarnadóttir hjúkrunarfræðingur úr Mývatnssveit, hún teimistjóri, Ingunn Eir félagsráðgjafi á Sjúkrahúsinu á Akureyri, Júlía Leksson, heimilislæknir, Kristín Brynja Árnadóttir, hún iðjuþjálfi og Lilja Sif Þórisdóttir, félagsráðgjafi og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, sjúkraþjálfari. Þetta alveg frábært lið og ég svo stoltur að fá að vinna með þessu frábæri fólki. Nú, hvernig virkar þetta? Við þurfum tilvísun. Fólk getur ekki pantað tíma beint hjá okkur. Við þurfum tilvísun og það ástæða fyrir því.
Við viljum hjálpa heimilislæknum og við viljum líka hjálpa heimilislæknum að læra inn á þetta sjúkdómar sem þeir þurfa að hafa grunnvitneskju á. Og við erum komin með netfang sem getur sendt okkur fyrirspurnir á og við erum að koma af stað hérna vefsíðu. Til að enda með sýningur myndir af list frá konu sem heitir Kristín Elva Rögnvaldsdóttir. Hún var með fund hérna í fyrra í hérna menningarmiðstöðinni hérna og hérna þetta var mjög athyglisvert en hún segir í gegnum listsköpuna umbreytir hún reynslu sinni að því að hafa verið bundin heimilinu að mestuleyti seinasta áratuginn vegna ME í innri hugleiðslu, ástund og heilunarferli. Takk. Nú ætlum við að heyra 2 stuttar reynslusögur, Herdís Sigurjónsdóttir og Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Ég aðeins að stækka letrið. Ráðherra og aðrir góðir gestir og allir eins og ráðherra nefndi áðan. Ég sem sagt rödd MS sjúklinga og ætla hérna aðeins að segja ykkur frá því hvernig það og svona mína reynslu. Og það hefði breytt miklu fyrir mig ef Akureyrarklíníkin hefði verið starfandi sumarið 2015 þegar taugalæknir greindi mig með ME. Ég veiktist af svínaflensu árið 2009 og þá var ég á fullu í lífinu, gift 3 barna móðir, sat í bæjarstjórn og var að byrja í doktorsnámi og bara virkilega naut lífsins. Næstu 6 árin voru mjög erfið. Ég svona lýsi stundu þannig að ég hef svona gengið við hliðin á sjálfri mér og þið vitið, vinnusamt fólk bara stendur sig og heldur áfram. En árið 2013 þá fékk ég veirusýkingu í miðtaugakerfi og þá versnuðu einkenni töluvert. Og síðan fékk ég greininguna í júlí 2015 eins og ég nefndi. En þegar ég gekk út frá taugalækninum, þá vissi ég minnaði ekki neitt ME, ekki hvað greiningin þýddi fyrir mig. Það fylgdi engin fræðslubæklingur, boð meðferð eða boð á nýgreiningarnámskeið, ekkert slíkt. En ég heilbrigðismenntuð sjálf og vísindakona, þannig að ég náttúrulega fór heim að leita og reyna að átta mig á því hvað þetta myndi þýða fyrir mig og núma á fleiri sem ég hef hitt á þessari vegferð. Og þá fann ég Eyrúnu, formann MS-samtakanna sem var þá og hún aftur formaði núna. Þannig og ég man bara þegar ég hitti hana fyrst hvað þetta var mikil upplifun að hitta þarna manneskju sem vissi hvað ég var að tala og við hittum vorum góða stund þarna á bílaplani á ágætri bensínstöð í Reykjavík að ræða málin þetta sumar og ég sem sagt fann hana fyrir tilstillan heimasíðu MS-samtakanna sem ég náttúrulega las alveg í tætlur og ég frétti að ég hefði verið meðlimur númer 100 og fljótlega fór ég að starfa með vísindanefndinni sem ME-félagið var með og seinna með stjórninni og tók þátt í mjög mörgum svona
baráttudögum og skemmtilegu starfi. Og þar að meðal hér á Akureyri. Og ég svona manneskja sem að fæ svona eld í magan og þarna var hann kveiktur. En maður tók góðan sprett og það akkurat eðli þessa sjúkdóms. Fólk tekur svona góða spretti og svo það svona off the grid og ég algjörlega búin að vera þar og að mestu heima svona síðan ég fekk fyrstu COVID-sýkinguna í byrjun árs 2020. En samfélagi, þetta MS-samfélag skiptir mjög miklu máli og þess vegna bindi mikla voni við og veit náttúrulega MS-félagið að gera marga góða hluti, en það skiptir líka máli að halda samfellu í því sem að gerast. Og það akkurat það sem ég veit að Akureyrarklíníkin á eftir að gera. Vegna þess að við getum komið og tekið létta spretti eins og ég segi, en það þarf einhver að halda áfram og það mjögulega erfitt að svona treysta á fólk sem getur bara fengi kast og kannski úr myndinni næstu mánuði eða jafnvel ár eins og ég búin að vera. Þannig að en ég ákvaða að undirbúa mig. Ég á svona litla bækur og ég með þær í töskunni, ég glemdi bara að taka mig hér upp, að svona litla minnisbækur og ég fór í gegnum, rendi svona í gegnum ME bók 1 og 2, bara svona rétt til þess að gefa ykkur innsýn í það hvernig þessi skref voru fyrir mig. Og ég ætla svona aðeins að gefa ykkur nokkuð dæmi. Fyrsta færslan, bók 1, 13. júlí 2015. Vika frá greiningu enn að læra. Og guð mig góður hvað ég vissi ekki þá hvað þessi ganga yrði löng og ströng. En í gær sá ég heimildamynd I Remember Me frá 2000, viðtöl við Dan Peterson og faraldur við Lake Tahoe. Það talað Íslandsveikina, merkilegt, Akureyrarveikina. Síðan kemur hérna í september 2016 þá segi ég ég tilbúin að prófa allt og svo mörg upprópunamerki. Þannig að það var mikill baráttuhugur. Fókus trúlega það sem ME-fólk hefur minnst af og því eitt í einu lausnin. Og eins og ég sagði upp á þá bara var ég vön að vera með marga bolta á lofti þannig að þetta var svona ákveðin breyting á mínum hugum og reyna að láta stóra myndina ekki trufla. Svo kemur hérna einn. Fór til Sigurlaugar læknis í Mosfellsbæ. Hún var nýkomin heim úr sérnámi í Hollandi. Ég sagði henni að ég væri með ME og hún þekkti það. Magnað, hún trúði mér. Ég ekki búið það til. Ég virkilega skrifa þetta, ég hafði ekki lesið þetta í mörg ár. Svo kemur hérna einn, mikið væri nú gott að hafa orku og hausinn í lagi. Og síðan áfram í október hugmynd. Selja húsið og fara í meðferð í Noregi. Það var svona eitt af því sem var í gangi þá. Þannig ég var alveg tilbúin að gera það. En ég ákvað að bíða eftir að niðurstöður væru fengnar og þar af leiðandi seldi ég ekki húsið. En í 29. október þá kemur svona smá veikinda innskot. Ég þurfti að taka herpeslyf síðustu 2 vikurnar. Viðkvæmari af efnaóþoli og það ræsir herpesinn. Það var alls konar lykt og allt sem að viðkom því. Pappír og annað. Augun út úr kú, fókuslega og ljósfælni töluverð. Mögulega út af vinnu líka og spurningamerki. Ég veit það í dag að það var út af álagi. Get stundum varla lyft höndunum mjög örmagna. Og síðan eins og var verið að tala það að MS-sjúklingar þyrftu einhvern svona varðandi félagslega þáttinn að þá var mjög erfitt að fara í gegnum örorkuferlið og líka það að svona fá þetta var bara mjög erfitt. Samt ég svona kerfiskona og þekkti kerfi ágætlega og vissi hvernig það var, en svo í samskipti við Tryggingastofnun og heilbrigðisþjónustuna og ýmislegt vegna örorkumats, þetta ári eftir að ég greindist, þá kemur maður þarf að vera heilbrigður til að takast á við kerfið. Það bara þannig og mér leiði nákvæmlega þannig. Og svo kemur aðeins seinna, ég sem sé fötluð? Og það var svona ákveðið,
fyrir mig og fyrir marga sem að upplifa þetta saman. Og síðan var einn sem ansi góð og á afskaplega vel við hérna. Ég ætla að nota Akureyrarveikina ME hérna í frá. Þetta var eitthvað sem ég tók bara ákvörðun um. Og það var eingöngu til þess að ná eyrum fólks. Svona til þess að, Akureyrarveikin. Og þá var ég búin að sjá það að faraldrar fengu svona ýmis nöfn, bara eftir því hvar það var og Akureyrarveikin og Íslandsveiki var þarna inni. Og það virkaði. En kæri áhörendur, fátt er svo með öllu illt. Ég veit að hérna á þessari löngu göngu er ég orðin betri að njóta líðandi stundar. Ég er rólegri og kann að láta mig fljóta í gegnum svona erfið áföll og krefjandi aðstæður sem er annað en baráttan áður og fyrr. Ég veit að ég mun halda áfram að leita að lausnum á meðan ég dreg andan. Síðast í gær var hringt í mig og ég hvatti til þess að það er sem sagt viðkomandi myndi fá tilvísun hjá heimilislækni og biðja aðstoð hjá Akureyrarklínikinni, þannig að það er númer 3. Þannig að hérna, ég veit að það er mikil þörf og ég er sannfærð að starfsemi Akureyrarklínikarinnar á eftir að breyta miklu fyrir ME-veika og sama nafni hvað framtíðar faraldrar kunna að gefa þeirri sem sagt sýkingu eða veiki, það er að segja afleiðingarnar. Og ég treysti því að þið öll sem að Akureyrar, þetta er pínu tungubrjótur, Akureyrarklínikinni standið sé full alvara með verkefnið. Því eitt veit ég að ME-samfélagið þarf virkilega á því að halda. Ég óska Akureyrarklínikan og ykkur öllum velferðar í starfi. Góða stundir. Komið sæl, öllsumul. Gott að geta verið með ykkur hér í dag. 8 ár. Fyrir 8 árum síðan veikist ég alvarlega af ME. Þá var þetta heimilislæknir, þvingaði mig til vinnu allt og snemma, þar sem við tók vinnustaður sem með hótunum þvingaði mig til að segja upp. Öryggisnetið reyndist ekkert. Veikindi mín urðu fyrir vikið í kjölfarið margfalt verri heldur en það hefði nokkur tímann þurft að verða. Ég var algjörlega ein í baráttu minni, ég var rúmföst, ég var ófær að sjá sjálfa mig og í ólýsanlegri vanlíðan. Opnun Akureyrarklínikarinnar hér í dag markar gríðarlega stór tímamót, raunar svo stór að ég á erfitt með að klökkna ekki þegar ég hugsa það. Ef viðlíka klíník hefði verið til staðar þegar ég veikist, hefði ég að líkindum aldrei orðið jafn veik og ég varð. Ég hefði aldrei þurft að upplifa svona mörg ár hræðilegri vanlíðan, örvæntingu og vonleysi. Þessi áfangi verður vonandi til þess að enginn annar þurfi nokkur tíman að ganga í gegnum þar sem ég og svo margir aðrir höfum þurft að ganga í gegnum. Að enginn annar þurfi að verða rúmfastur eða heimilisfastur árum saman að óþörfu. Að enginn annar þurfi að kveljast svo óendanlega mikið að erfitt sé að sjá tilgang með lífinu, að óþörfu. Ég geri miklar væntingar til að Akureyrarklínikin geti stuðlað að því að fólk verði gripið snemma. Að það verði verndað gegn skilningsleysi samfélagsins og kerfa þess. Og síðast en ekki síst að það verið elt á sinni vegferð og leiðbeint í átt að framförum og bata. Að því verið gefið tækifæri á að endurheimta lífið. Það er erfitt að lýsa því hversu mikilvægt það verður fyrir svo marga, sjúklinga, fjölskyldu þeirra, samfélagið allt.
Ekki öll okkar hafa lifað það hlutskipti af að þjást af ME en fá enga hjálp. Mér langar að tileinka þeim erindi mitt hér í dag. Það er gríðarlega mikið undir. Sérstakar þakkir skilið á Friðbjörn Sigurðsson, án hans stæðum við ekki hér í dag. Mér langar líka að þakka ráðherra og landlækni fyrir að hlusta. Sömuleiðis Sjúkrahús á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands og öll því hér sem hafa unnið að þessu, og ég þekki ekki enn, en vonandi eftir daginn í dag, mun ég þekki ykkur aðeins. Þakkir skilir fyrir að taka þetta verkefni að sér. Til hamingju með daginn. 16. ágúst 2024 er mjög stór dagur fyrir svo marga. Ólýsanlega stór. Takk. Já, til hamingju með daginn. Alla tíð
So, a fantastic opportunity to be here. I have to start with that. This is remarkable. And it's not only remarkable for Akureyri and for Iceland. This is remarkable on a global perspective. I think that we are inspiring so many patients, relatives, societies, and other nations in the right direction by having this very important and we say from a perspective of history, having this inauguration here in Akureyri. So I'm extremely honored to be here. So your minister, dear colleagues, dear friends, and ladies and gentlemen, I'm very happy to present a bit about the challenges and opportunities that a clinic can have in this area. And my name is Jonas Bergqvist. I'm professor at Uppsala University, and I'm head of a ME research clinic and a resource for our patients in Sweden. I'm also medical director and chief medical officer of Open Medicine Foundation. So I'm also in collaborative network on a global perspective with United States, Canada, and Australia. So I will give you my perspective of the opportunities and challenges a bit. But let's go back to the cause and why we are here today. This is a very, very complicated situation, and it will definitely be a challenge for everybody who enters the field of doing clinic, providing healthcare, and also doing research in the field of ME, myalgic encephalomyelitis, and also now in long COVID. Just to give you some of the background, and some of you are well aware of this, this is not an uncommon disease. It's not a rare disease in that perspective. It has actually an incidence and prevalence that is twice as common as multiple sclerosis, another well-known disorder or autoimmune reason. Everybody can be affected. It is mostly women that are affected by ME, but you could be affected as a man. You can be affected any time in your life. So as a young kid or as a grown-up. In the United States, the statistics show that we have about 2.5 million patients with ME and myalgic encephalomyelitis, and we think at least 20 million patients worldwide. In Sweden, the perspective is, if we are careful with the statistics, we say about 10,000 patients, but that number could easily be up to 40,000 patients. So prevalence is around 1, maybe slightly over 1% in the population. There's still no diagnostic test available. There are research-based tests that we can use. There's no FDA-approved treatment yet, and so far we don't have a clear-cut cure to offer. We know that the patients can be of different severity, and 25% of the patients are what we call very severe, and they are mostly homebound and bedbound. And then the mild forms could allow you to be active. You can go to work part-time, or you can attend school part-time. But it is a big effector of your life. The most common symptoms is listed here, and I won't go through all of them, but as you see just based on the list, it's a very complex disorder. You have effects on many different systems in the body, and many organs are affected. Most common symptoms that we are looking for are the post-exertional malaise, that is symptoms worsening after an exertion. And remember that that exertion could be extremely mild, depending on who you are as a patient. So it could be a mild mental exertion or a mild physical exertion. Persistent fatigue, sleep disturbances, and pain of different kinds, typically headaches or muscle pain. We are specifically focusing on neurological symptoms and cognitive symptoms, so brain fog, confusion, disorientation, difficulties of concentrating, short-term memory issues, ataxia and muscle weakness, and hypersensitivity to noise and light. So very many of these symptoms are affecting your daily life situation. And when we then turn into autonomic immune and digestive symptoms, you see
a long list here, and I will just mention, for instance, the postural orthostatic intolerance that many of patients see, so POTS, and also the feeling of always being slightly sick, having an influenza type of symptom picture. When we then nowadays turn into looking into the patients that have been affected by COVID infection, COVID-19, and getting long-term consequences from that infection, and then termed long-term or long COVID, we can see that there is very similar overlaps between these two disorders. And you see that they almost mirror each other when it comes to symptoms. So what does that tell us? Well, it tells us that the incidence of ME may well go up into high numbers now when we see the long-term consequences of our pandemic situation and post-pandemic situation in the world. So this is, of course, something that is a challenge, but also an opportunity. We can now start learning about the consequences and understanding the reasons for some of these consequences. So what do we know today? This is a short list of knowledge that we have gained by doing in-depth research around the world. We know that most cases are females, 60 to 70% is females, as you see on the second line here. In most cases, we have an initial post-infection, so post-infection fatigue event. Then we have demonstrated changes in the nervous system and in the autonomic nervous system. We have metabolism changes, and specifically in energy metabolism. And that also affects this post-exertional malaise, difficulties to recover after a mild or exercise. We also see altered immune phenotypes and functions. We have neuroimmune activation documented. We have autoimmune activation and viral reactivation. And this viral reactivation is one of potential key questions here. So if you have an infection, we typically can handle that by our immune system, but some viruses could be latent, hiding in the tissue, and then reactivated after trauma or stressful situations. We know that there are changes in the gut microbiome, and we also know that some genes are involved, and vulnerability to get these kind of diseases could be partly genetic, and also with epigenetic changes, so changes that can occur in our genome during our lifespan. What we do not know, though, is actually two things that are extremely important. We don't fully understand how come all these systems, all these organs in the body, how can they be affected, and why are they affected in certain individuals? Is it the genetic predisposition? Is it exposure to environmental factors, or is it something else? So what we are trying to figure out is what is the common pathology behind all these symptoms, and what causes them. And of course, in the end of the day, what we really would like to have is optimal treatment and cure for these patients. So the next challenge now is actually to go for potential candidates of clinical trials. And this picture here just shows you how the process goes on in this kind of discussion. We start from the basics. We start with the biochemistry, with the preclinical information that we can gather. We try to target discoveries. We do validation of discoveries, and sometimes also have a possibility to test these discoveries in animal models or other models. Then you set a number of tests that you want to do, and you do them in a clinical trial at different phases, so phase 1 to 3. And then you monitor the results of these trials with post-trial monitoring and get real-world data from the patients. And we follow electronic health records, and we do patient surveys, and all of that is then built together with the scientific information we have gathered over time. And then hopefully then we get the key to the question here. So this fantastic situation in Akureyri now, where Friðbjörn Sigurðsson and colleagues have gathered this fantastic team of knowledge,
put the finger on exactly what we need. We need a complementary team with different specialities to look at the complexity and to also offer the care for the patients. But the opportunity in that sense is also that you will have the opportunity to see these questions and fill in the blanks in the knowledge base here to actually help the rest of the world to understand what is possible and what we can do in the treatments. So there's been surveys going on last year, and this is data collected by my colleague at Harvard, our Harvard Center, Wensong Xiao and his partners. Just to give you some hope, those of you who are seeing patients, are patients or are relatives to patients, there are a number of treatments that actually have positive effects. And it's somewhat difficult to read these plots here, but you see that some treatments actually give a very high effect, a good effect, with very low background. The blue or negative effect is very little. The blue bars are the negative effects, and the red or orange, yellow ones are the positive effects. So there are a number of things that have been reported to have a positive effect on a general basis. But you also see there's no treatment so far that is 100% success rate. What I want to stress also is what is even more important maybe is to follow what are the negative effects of the treatments. And one very standing out effect here is the effect of graded exercise therapy in this specific patient cohort. That's shown to be very negative and have consequences. In contrast to many of the patient cohorts that actually act very well on graded exercise therapy. So that's definitely something you can use in other patient cohorts, but not in this one. So I want to end with just a word about challenges. Iceland is a fantastic nature, has a fantastic nature, and it's been a pleasure to be here, and I'm very happy to be back again here. So it's challenges that occurs in nature when you go out in the nature, and I won't give any details on this, I promise Phoebe on that. But there's also plenty of opportunities when you go together and when you work together and collaborate across borders. There's an exchange of knowledge, of course, exchange of culture, but also you get so many new good friends when you go and meet each other. So this is a great opportunity also. And those who know me know that I am very much into horses also. So I couldn't resist showing pictures of horses. And you see horses comes in different flavors. Icelandic horses, fantastic horses, and the more Swedish horse here, one of our horses. So maybe a bit different on the outside, but in the inside they are the same. And we are very happy for that. So tack fyrir, that's my small contribution to my Icelandic. And also I want to end with a big congratulations to the center here, to the hospital, and to Iceland for having this inauguration. It means so much. It gives hope to so many people around the world also. So you should be very proud of yourself. And I'm very happy to continuously try to contribute, if I can, to this development here. So thank you very much. Næst ætla að fá Runólf Pálsson, gjör svo vel. Heilbrigðisráðherra, landlæknir og aðrir gestir. Það er sérlega ánægjulegt að vera með ykkur hér í dag, vera viðstaddur opnun Akureyrarklíníkurinnar og undirritun formlegra samstarfs yfirlýsingar þar að lútandi. En ég tel þetta vera mikinn áfanga, merkan áfanga í íslenskri heilbrigðisþjónustu. Saga Akureyrarveikinnar
sem birti skyndilega hér slóðir, sem umfangsmikill faraldur miðja síðustu öld, hefur mikilvæga þýðingu fyrir þróun læknisfræði samtímans. Það hefur við heyrt hér í dag. Þessi veiki var upphaflega talin stafa veirusýkingu og jafnvel afbrigði af mænusótt. En þrátt fyrir ítarlegar rannsóknir okkar besta fólks á þeim tíma, meðal annars Björns Sigurðssonar á Keldum, að þá tókst aldrei að skýra orsökina og enginn fannst veirusýkingin. Engan síður nú talið líklegt að svo hafi verið. Það birtust meðal annars greinar í hinu þekkta vísindatímariti Lancet á þessum tíma. En það sem ekki síst hefur varðveitt minninguna Akureyrarveikina í áranna rás þessi stóri hluti sem veiktist af, glímdi við langvinn einkenni á borð við skert úthald og óeðlilega mikla þreytu. Og það það sem við erum fyrst og fremst að fást við í dag. Hinn svokallaða Akureyrarveiki langt í frá eina dæmi langvinnar afleiðingar sýkinga. Það hefur komið fram. Á undanförnum áratugum hefur verið sýnt fram á tengsl langvinn síþreytuheilkennis á borð við það sem fylgdi í kjölfar Akureyrarveikinnar og ýmissa veirusýkinga. En tilfellin hafa verið fátíð og þetta alvarlega sjúkdómsástand sem oft leiðir til atvinnumissis og örorku fékk lengi vel litla sem enga athygli af hálfu lækna og vísindamanna. Stafar það ekki síst af takmarkari þekkingu á eðli veikindana og skorti á sértækum greiningarskilmerkjum. Ég verð að viðurkenna að við störf hér heima og erlendis á liðnum árum hef ég nokkrum sinnum staðið ráðþrota gagnvart sjúklingum með síþreytuheilkenni og hefur þá Akureyrarveikin gjarnan komið upp í hugann. Ég minnist þess að á námsárum mínum að þá ræddi Sverrir Bergmann heitinn, sem minnst hefur verið á hér, sérfræðingur í taugalækningum oft Akureyrarveikina og eftirköst hennar. Hann var sannfærður að þarna væri mikilvægur sjúkdómur á ferð. Aðrir læknar áttu til að sýna tómlæti og töldu líklega að var að ræða geðrænan kvilla, jafnvel þótt greiningarskilmerki þar að lútandi væru engan veginn uppfyllt. Það ástæða til að velta fyrir sig hvers vegna svo erfiðlega hefur gengið að varpa skýru ljósi á Akureyrarveikina og aðra sjúkdóma af svipuðu tagi. Vissulega hafa einkennin þótt lítt sértæk. Það getur reynst torvelt að greina orsök þreytu og orkuleysis þegar ekkert haldreipi fyrir hendi, ekki síst þegar engin frávik koma fram við hefðbundnar rannsóknir. Einkennin eru þó ekki með öllu ósértæk. Þegar betur að gáð, því áberandi örmögnun og mikil vanlíðan strax í kjölfar áreynslu og ennfremur fylgir oft hraður hjartsláttur og jafnvel blóðþrýstingsfall í uppréttri stöðu meðal ungs fólks með síþreytuheilkenni. Það athyglisvert að það var í raun ekki fyrr en eftir að heimsfaraldur COVID-19 skall á að farið var að gefa gaum að alvarlegum langvinnum eftirköstum meðal þeirra sem veiktust og komst þá ME í kastljósið á nýjan leik og framhaldið af þeirri sögu höfum við heyrt hér í dag. Ég reyndi að vera viðurkenna, ég vonaðist nú til að á sínum tíma að okkur tækist að finna gott íslenskt heiti fyrir þennan mikilvæga sjúkdóm, en það verður þó að segjast að ME hefur skapað ákveðna kjölfestu í allri umfjöllun þetta mikilvæga viðfangsefni. Langvinnt síþreytuheilkenni sést ekki eingöngu í kjölfar sýkinga heldur einnig hjá fólki sem hefur veikst til að mynda við að verða útsett fyrir myglu í húsnæði og hjá konum sem stríða við veikindi sem rakin hafa verið til sílikon brjóstapúða. Birtingamyndin svipuð í öllum þessum tilvikum. Þá virðast vera tengsl við þrálátan kvilla sem nefndur hefur verið vefjagigt. Þannig þetta víðtækt viðfangsefni þó svo að algengi sem að lýst hefur verið sé mjög lágt eða innan við 1%, kannski 0,5%, en tilfellin eru vangreind. Það liggur alveg fyrir. Það hafa komið fram vísbendingar óeðlileg viðbrögð ónæmiskerfisins og Jónas Bergqvist lýsti þeim lítillega hér áðan. Það því fyllsta ástæða til að horfa á alla þá sem þjást af síþreytuheilkenni sem einn hóp í því skyni að bæta þjónustu
og efla tækifæri til vísindarannsókna. Það er óásættanlegt og við verðum að koma í veg fyrir að fólk með svona kvilla þurfi að standa frammi fyrir þeirri þrautargöngu sem hér hefur lýst. Nú á ónæmisfræðideild Landspítala er nú unnið að stofnun sérhæfðs rannsóknar og meðferðarseturs á sviði síþreytuheilkennis og unnið verður í nánu samstarfi við Akureyrarklíníkina. Nú stofnun Akureyrarklíníkurinnar, þekkingar og ráðgjafarmiðstöðvar um langvinnt síþreytuheilkenni er í senn mikilvægur minnisvarði sérstæðan faraldur sem geisaði hér á landi og stórhuga viðbrögð við kvilla sem í dag hrjáir fjölda fólks, meðal annars hluta þeirra sem sýktust af COVID-19. Þekking sú og reynsla sem myndaðist í viðureigninni við Akureyrarveikina gefur okkur færi á að vera í fararbroddi í vísindarannsóknum á síþreytuheilkenni, þar sem við eigum að leitast við að leiða saman innlend og erlenda rannsóknarhópa. Eins og ég sagði áður þá stefnt að nánu samstarfi milli rannsóknar og meðferðarseturs Landspítala og Akureyrarklíníkurinnar, bæði hvað snertir samráð varðandi þjónustu við sjúklinga og framkvæmd vísindarannsókna. Við þessi merku tímamót þá færi ég fyrir hönd Landspítala, forráðamönnum Akureyrarklíníkurinnar og sjúkrahúss á Akureyri, Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, hamingju óskir og heiti stuðningi við þetta mikilvæga verkefni. Jafnframt færi ég þakkir öllu því fólki sem haldið hefur minningu Akureyrarveikinnar á lofti, ME-félaginu og öðrum sem að þess hafa komið. Takk fyrir. Já, við ætlum að flytja ykkur eitt lag í viðbót. Þakkum fyrir að fá að koma hér fram og við þakkum fyrir þessa stofnun, þessa fyrirbæris, þessara göngudeildar. Megi hún færa okkur von í stað vanpotar. Sælu sumri
heilbrigðisráðherra, landlæknir og aðrir góðir gestir. Það er sérstaklega gaman að vera hérna í minn gamla góða skóla og ég vil þakka forsvarsmönnum hér fyrir að taka vel á móti okkur og lána okkur þetta húsnæði. Ég vil jafnframt benda þeim sem hér eru að það er sýning hérna í gamla skólanum á annarri hæð sem mönnum býðst að labba yfir og eftir og ég veit að það kemur alltaf góður andi yfir alla sem koma í gamla skólan. Og ég er nú svo þakkláttur fyrir það að þessi stofnun hafi nú átt mestan atbeinan í því að gera einhvern mann úr mér og ég er ákaflega þakkláttur fyrir það. Nú að því ég sé bara framstaminn hérna og get ég líka nefnt það að ég það mjög langt síðan ég komst hérna í ræðustól í MA. En þegar ég var hér nemið þá var ég formaður félags frjálshyggjumanna og þá voru 15% nema í því félagi og það liggur alveg við að ég svona komst í gírinn. En ég hafði náttúrulega vonum að ráðherra leta okkur fá einhver smá aur og þá kannski sleppið í þetta sinn. En Guð hjálp ykkur kemst hér aftur upp. Nú, mér langar að þakka öllum þeim sem hafa komið hérna, ráðherra fyrir hans góða atbeina til þessa máls. Sérstaklega langar mér að þakka þeim sem kom hér upp og lýstu sinni reynslu af þessum sjúkdómi. Það þarf mikið hugrekki og almennt fyrir þá sem hafa tjáð sig það hvaða áhrif þetta hefur á þeirra líf og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að heyra það. Nú, tónlistina hjá Eddu og Unnsteini þakka ég líka kærlega fyrir. Nú, þeim starfsmönnum, SAK og Heilbrigðisstofnunar Norðurlands sem hafa unnið að þessu. Það hefur verið einstakt að fylgjast með þeim. Þau hafa svolítið verið að ýta í mjög oft og ég er bara þakkláttur fyrir það. Ég er vanur því og það er reyndar forréttindi að vera forstjóri heilbrigðisstofnunar því að inn í svona stofnun er svo mikið að góðu og öflugu fólki. Og þannig það er oft forréttindi þegar það er að vinna á góðum málum og þetta er svona líka svolítið dæmi það góða samstarf sem er á milli SAK og heilbrigðisstofnanna sem áður voru margar en er núna bara flestar komnar í Heilbrigðisstofnun Norðurlands hér á Norðurlandi og þarna þó við eigum til einstakar sinnum að rífast svona peningastundum eða eitthvað vesen að svona 99% þá gengur samstarfið alveg smurt. Og alltaf sérstaklega þegar kemur að einstaklingum sem þurfa aðstoð. Nú annað sem ég langar að nefna í þessu sambandi er það að það er svolítið gaman og gott að okkur skuli vera falið þetta á landsbyggðinni hér að sinna þjónustu sem tekur yfir allt landið. Og ég held að það er gríðarlega mikill kraftur í starfsfólki sem býr út á landsbyggðinni og við getum alveg sinnt einhverju á landsvísu. Og það er líka svolítið byggðarmál að passa upp á það að sum verkefni geta alveg átt heima á landsbyggðinni og við getum fyllilega senda á tækninu og þannig að það er mjög auðvelt orðið. Þannig ég þakka fyrir það. Og auðvitað er þetta aðalega gert þó til þess að aðstoða þá sem eiga við þessi vandamál stríða. Og þess vegna þetta sé mjög mikilvægur þessi dagur í dag. Og ég vona að það verði þeim til lukku og hjálpar þetta sem við erum að hefja hér nú. Að svo sögðu, það er reyndar annað sem menn skipleigjendur gleymdu að það er siður þegar karlmenn af minni ætt eru látnir halda ræður að láta að tala fyrst. En það sem menn hafa átt að segja að það væri bara kaffi í boði þá verður verið óhætt að láta mig nokkurn veginn enda þetta. En núna er komið að ég skrifa undir og ég ætla að biðja ykkur að koma hér sem ætla að vera með mér í því. Er það ekki forstjórinn og ráðherrann?
gjörðu nokkuð vel, setja upp á stað þessu. Rosa sá. Takk fyrir kjærlega. Já, heyrðu, mér skilst að bara eftir þessa frábæru framsögur og allt sem að gott búið að vera hér í dag, að þá sé bara endilega að gera njóta þess að fá sér aðeins kaffi og spjalla saman og eiga svolítið góða stund saman. Og annars bara þakka ég fyrir frábæran dag líka.